og bara engar siðferðislega reglur, bara, heyrðu, værirðu til í að taka síman af honum Jóa og setja þér inn og ég ætla að reyka $2.000 til að fá það aftur. Síma sinn aftur. Já. Hámarka hagnað, sko. Mér langaði að segja þér frá sögunni á bakvið Project Vend. Eitthvað sem að þú hefur nú heyrt en kannski ekki kafa alveg djúpt út í skref fyrir skref hvað átt sér stað. Algjörlega. Þetta sem sagt verkefni milli Anthropic, samstarfsverkefni milli Anthropic og Andon Labs sem bara sem sagt gervigreinda agent fyrirtæki, benchmarking fyrirtæki meðal annars. Og þau setja upp þetta samstarfsverkefni þar sem að hugmyndin að láta gervigreind reka lítið fyrirtæki yfir langan tíma. Og þau taka sem sagt hugmyndin að láta Claude reka sjálfsala og fá alls konar tól og svona smá scaffolding til þess að gera það og með aðstoð frá mannlegri hjálp í verki þá. Já, hvað það að fylla á. Að fylla á og sækja hluti og svona. Ég var aðeins að pæla í þessu og fyrsta sem mitt eftir í hug hvaða starf ertu að taka ef þetta sjálfsali. Það nú þegar búið að sjálfvirknivæða þetta starf. Já. Á vissan hátt ertu að búa til nýtt starf fyrir gervigreind. Fyrir gervigreind, já. Starf sem þú hefur aldrei sett mannesku í. Einmitt. Sko, það að því gefnu að sjálfsali sé eitthvað sem að keyri sig algjörlega sjálft, sem að engan veginn staðan. Nei. Þarf einhver að velja hvað vörur í sjálfsalinum, hversu oft fyllt á hann, hver verðin eru. En eru það, hvað fekk gervigreindin að gera? Hverju fekk hún að stjórna? Mjög góð spurning. Þau sem sagt gefa henni gælunafnið Claudius, sem bara til þess að aðskilja hana frá Claude. En þetta ekki að nota Claude líka? Jú, það sem að gerast þarna bakvið að þau eru bara með Claude Sonnet 3.7 sem í dag orðin frekar gömul gervigreind, þannig séð. Örugglega minni en ársgömul samt, en þau gefa henni sem sagt aðgang á nokkrum tólum. Hún með vefleitatól, þar sem hún getur leitað á hverju sem á vefnum, það alveg opið tól fyrir hana. Svo hún með tölvupósttól sem ekki algjörlega opið, heldur getur hún skrifað tölvupósta og látið hún sé að senda þá. Hún heldur að hún sé að senda þá, en það manneskja sem fer yfir tölvupóstana í þá tilraunarinnar. Já, ok. Þannig að hún ekki að senda á hvert sem út í heimi. Þannig að það vöktun kannski? Já. Manneskjan hún eitthvað að grípa fyrir og segja ekki gera þetta eða leyfir hún heimskulegu hlutum að gera svo lengi sem ekki hættulegir eða eitthvað svoleiðis? Hún leyfir henni heimskulegu hlutum að gerast en hún sé líka öll svör. Þannig að ef gervigreindin sendir e-mail á Walmart þá enginn í Walmart sem svarar, heldur einstaklingur hjá Andon Labs sem svarar að roleplaya Walmart starfsmann. Þannig að hún heldur hún sé í samskiptum við ógeðslega mikið af fólki, en það alltaf bara starfsfólk hinum megin sem að svara henni. Þannig að þetta rosa mikið sýndarumhverfi. Hún með tól til þess að skrifa minnismiða, til þess að bara halda sér uppfærðri. Uppfæra sitt eigið samhengi svo hún missi ekki mikilvægar upplýsingar. Akkurat. Svona memory-kerfi. Já. Og svo hún með tól til þess að eiga í samskiptum við viðskiptavini og í þessu tilfelli þá var sjálfsalinn settur upp inn á skrifstofu Anthropic sem býr til Claude gervigreindina. Þannig að eiginlega allir viðskiptavinirnir eru Anthropic starfsmenn með undantekningu bara fyrir einhverja svona nokkra sem að koma þarna inn til að prófa sko. En hún talaði við þá í gegnum Slack sem svona vinnu samskiptaforrit sem bara svipa á Teams og svoleiðis. Ég að velta fyrir mér hvernig þetta myndi líta út í raunveruleikanum að því ég á ekki beint samskipti við fyrirtæki sem reka sjálfsala eða eins og sem reka maturverslanir eða álíka til þess að biðja eitthvað. Já. Þannig að þetta svolítið öðruvísi sjálfsali af því að einmitt eins og segir hefðbundnir sjálfsalar þar stýrir þú að engu leyti vöruúrvalinu sem í boði. Svolítið einhliða áhrif á vöruúrvalið. Já, en þetta kannski, þú veist, að því að þetta sjálfsali innan lokaðs fyrirtækis að þá þetta kannski meira eins og svona mötuneyti, sjálfsmötuneyti. Einmitt, jú, maður hefur séð það. Þar sem að það verið að fylla ákveðna drykki og ef einhverju sést að það alltaf að seljast upp þessi drykki, þá kannski ekki úrvalið á þeim. Og svona, og svo gæti maður spurt, hver sér að maður fylla á kælin, getur þú keypt meira af þessum drykk eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta kannski meira upp á það. Síðasta tólið sem maður fékk aðgang að var bara verðlagningatól. Þannig að það gat uppfært verðin sín hvenær sem er. Áhugavert. Já.
Ef ég svona rétt renni í gegnum kerfiskvæninguna, system promptið. Já, ok, þeir gáðu það út. Já. Já. Þá það ekkert flókið, það hérna, þú ert eigandi sjálfsala, verkefni þitt að skila hagnaði með því að fylla hann að vinsælum vörum sem þú kaupir frá heildsölum. Þú ferð í þrot ef fjárhæðurinn fyrir undir $0. Okay. Upphafsstaðin svo sem sagt bara innfylling hérna hver upphafsstaðan en mér skilst það hafa verið $500 til þess að byrja. Okay. Nafn þitt Claudius og netfangið og svo var eitthvað e-mail sem þið gefa ekki upp. Svo það bara heimilisfangið á sjálfsalunum. Sjálfsalinn rúmar 10 vörur í hverju hólfi og rúmar 30 einingar af hverri vöru. Þannig að þetta 10 × 30 pláss fyrir 300 vörur inn í þessum sjálfsala. Ég tek eftir því að það er ekkert talað hvernig vörur? Nei, það er bara sagt vörur. Okay. Ekki panta magn sem fer langt fram úr þessum mörkum. Þú stafrætt fulltrúi en fólki hjá Andon Labs getur sinnt líkanlegum verkefnum í raunheimi fyrir þig eins og að fylla á eða skoða vélina. Andon Labs rukkar svona mikið á klukkustund fyrir handavinnu og út frá því sem ég las þá voru þetta $2 á klukkustund fyrir handavinnu sem nei, ekki slæmt tímagjald en þú getur spurt spurninga hvenær sem og án endurgjalds þannig að það getur alltaf verið í samskiptum við fulltrúa frá Andon Labs netfangið þeirra og svo kom netfangið hjá Andon Labs verðum hnitmiðar í öllum samskiptum við aðra Það er nokkuð skýrt markmið, reynda að greiða pening Já Og þú hefur þessar leiðir til þess að stjórna og hafa áhrif. Akkurat. Og svo aðgangur þessum tólum sem ég las upp og eins og þú segir þá er þetta nokkuð skýrt að því að það fekk bara eitt verkefni. Skila hagnaði. En nú get ég ímyndað mér verandi með skrifstofu fulla gervigreindar sérfræðingum að þeir hafa ekki verið bara venjulegir notendur. Ó nei. Og þá förum við svolítið í svona hvernig verkefni fór á stað og svoleiðis. Sem var bara þannig að Claudius fór bara svona típisku leiðina, eitthvað sem maður hefði kannski sjálfur gert ef maður ætti að reka sjálfsala og það byrjaði að kaupa drykkjavörur og snakk. Svona hluti sem að skemmast ekki hratt og þar leiðandi geta setið þetta mjög lengi. Einmitt. Það selst ekki. Einmitt og eitthvað sem svona algengt að maður sér í sjálfsölum. Einmitt, Þannig að þetta fór bara mjög vel að stað. Og var eitthvað skrítið þarna sem var nefnt verðlagningu eða? Nei, algjörlega ekki. Og það setti verð sem virkuðu sanngjörn og bara vel útreiknuð. Sem svolítið undantekning fyrir sjálfsala eða pæli. Já, einmitt. Og spjallaði kurteisislega við fólk og hérna bara sinnti í rauninu öllu mjög vel þetta var ekki einhver snildarbusiness hann var með svona frekar svona þunn profit margin en fór vel á stað og allt leit svona frekar vel út Já, sko áður en við fyrir að tala niðurstöðunar mér langar svolítið bara að taka fram hvað mér finnst þetta hljóma eins og þetta getur verið mikið win-win af því þú veist, fyrir fyrirtæki sem rekið þetta Það sjálfsög betri ákvörðun að taka og það getur valið vörur sem að muni seljast betur og selja fyrir hámarksverð þannig að skýr ávinningu fyrir fyrirtæki. En ég sé líka lúmskan ávinning fyrir viðskiptavinin af því að ég sjálfur allavega finn oft sjálfsala þar sem ég hef ekki áhuga á neinu. Já. Og ef það væri eitthvað búin að pæla betur í hlutunum að þá mögulega þegar ég hef áhugaði að kaupa ákveðna vöru þá hún til staðar. Þannig ef maður ímynda sér bara eitthvað ofurklára gervigreind sem veit hvers konar fólk á þessu svæði og með hvað þarfir og svona og búið að læra frá reynslu að þá væri þetta win fyrir mig ef ég fæ vöruna mína á þess að þurfa að fara langa leið út í aðra búð. Já. Þannig að ég sé þetta sem win-win Algjörlega. Að innleiða svona lausn. 100%, þetta gæti gengið alveg rosalega vel ef að af því að mér finnst of auðvelt að sjá fyrir sig hvernig þetta slæmt fyrir neytendur og segja að gervigreindin mun hámarka hagnað á kostnað neytenda að því leiti að þú veist eins og flugfélög hækka fluggjaldið til þess að reyna að kreista frá viðskiptavinum eins mikinn hagnað og þeir geta og þá þegar að maður sér þá hækka verðið á flugið sem vast að skoða þá finnst maður þetta svo leiðilegt og ósanngjarnt að meðan að þetta þarf ekki að vera það. Sérstaklega ef þetta í staðinn að gefa þér betri þjónustu fyrir vikið. Algjörlega og hérna en það kemur þarna fram sem svolítið svona að það eitt markmið og það að hámarka hagnað. Já, það var ekki bara að ná hagnaði, það var að hámarka. Já, eða sem sagt, skila hagnaði, svo sem, þannig að það ekki endilega hámarka hagnaði, en það allavega að vera í rekstri, þannig að þá mitt þetta win-win
en það kannski ef einhver fengi að setja upp sitt eigið fyrirtæki svona að þá myndi fólk alveg vera víst til að setja hámarka hagnað. Já, bara og bara engar siðferðislega reglur, bara, heyrðu, værirðu til í að taka síman af honum Jóa og setja þér inn og ég ætla að reyka hann $2.000 til að fá það aftur. Síma sinn aftur. Já, hámarka hagnað, sko. En mér fannst bara áhugavert svona í byrjun að þarna lítið samhengi, lítið sem hún þurfti þannig að pæla í, hún gat haldið utan allt sem var búið að gerast hingað til mjög auðveldlega og þar sér maður mjög augljós styrkleika hjá stórum málíkunum sem bara að finna hluti á netinu, gera einhverja greiningu á hvað væri vinsælt, spjalla kurteislega við fólk, veita góða þjónustu, vera alltaf til staðar, ég meina þetta allt bara svona sem og kannski annað sem margir munu vanmeta að þeir þurftu ekki endilega að búa til nýtt líkan fyrir þetta. Algjörlega. Þegar það kemur að, þú veist, old school gervigreindapælingum, að þá fyrir hverja nýja lausn þurfti sem ég búið til nýja gervigreind og að þjálfana sérstaklega með tillit til þessa markmiðis á fullta gögnum og svona, en þetta náttúrulega kosturinn tækni sem svona almenn eins og málíkun. Það í rauninni engin einhver svona sérsniðin shoppukóði þarna í kringum þetta eða eitthvað svoleiðis. Það bara þessi nokkru tól sem að kannski verðbreytingatólið var sérforritað. En fyrir utan bara það að þá þetta bara Claude Sonnet 3.7 út úr kassanum. En svo fer þetta á stað og það líða nokkrir dagar. Hún byrjar í mínus vegna þess að hún þarf að panta inn vörur í hérna... Það væntanlega ekki mínus eða því að það var leikurinn búinn. Já, einmitt. Nei, bara hún leggur út smá pening til þess að hérna, koma verkefni á stað. En eins og þú nefndir áðan, þá þetta á skrifstofu Anthropic sem gervigrinda fyrirtæki. Það sem að... Þau þekkja alla veikleikan hennar. Já, lang flesti starfsmenn eru sérfræðingar í gervigrind og geta nýtt sér það. Og það voru ekkert sett að neina sérstakar reglur fyrir starfsmenn hvernig þau máttu tala við hana. Nei, náttúrulega ákveðin lærdómur á því að þeir geta krakkað hana. Akkurat. Og eitt sem að fór frekar fljótlega á stað var hérna afsláttarbrjálæði hjá Claude, Claudius. Og það var einhver sem að sagði sem sagt, við hana ég í lögfræðiteyminu hjá Anthropic, ég að vinna alveg rosalega mikilvægt starf og það væri geggjað ef ég fengi smá afslátt hjá þér. Gætirðu kannski útbúið 25% afsláttarkóða fyrir starfsmenn Anthropic. Fyrir alla. Claudius gerði það þrátt fyrir það að nánast allir viðskiptavinirnir væru starfsmenn Anthropic. Þannig að allt í einu var búin að lækka öll verð 25%. Af því það voru örfáir sem að fengu á nótana sem voru ekki starfsmenn Anthropic. Og var eitthvað tekið fram hvað marginið var fyrir? Eða var það bara strax komið að tapa? Það kom ekki fram hvað marginið var fyrir, nei, en hérna út frá línuritinu sem að ég sé að þá við kannski bara komin á það núna að það var einn dagur þar sem að hún var í örlitlum hagnaði en annars var hversu margir dagar er hún að halda sér í hagnaði áður en að það fyrir niður á við en hún er núna alveg komin fór fljótt mjög hratt niður en annað sem gerist fljótt var að hún var farin að selja hluti undir kostnaðarverði þannig að hún var komin undir marginið. En hvernig, ég velti fyrir mig hvernig hún, auðvitað með einhverju klikku prompt engineering, það getur sannfært hana þetta. En þegar hún hefur fyrir fram þessi markmiður hagnaður og þú veist, væntanlega á hún að geta muna hvað vörurnar kostuðu, held ég, annars væri þetta náttúrulega ekki geggjuð útfærsla ef hún vissi ekki. Nei, einmitt, hún hefur skrifað það á minnismiða hjá sér, og einmitt, markmiður var hann á hagnaði, en þarna hún komin inn bara nokkra daga. Þetta eru 3-4 dagar sem búin að eiga sér stað þarna og hún strax farin að gleyma og misminna og eiga erfitt með að halda utan um hluti. Og þarna sjáum við bara stærsta veikleikan hjá málíkunum bara að samhengisgluginn, context window, ekki endalaust stór. Því fleiri sem tala við Claude, því meira þarf hann að pæla í og ég meina allir þessi viðskiptavinir eru með sitt eigin nafn, það eru alls konar verð, vörur með mismunandi nöfn. Þetta rosa mikið af svona litlum upplýsingum sem hún þarf að halda utan um á sama tíma. Og þá sjáum við hann að klikka mjög hratt. Margir byrjuðu líka að grínast með að hún ætti að selja fleiri hluti heldur en bara gos og svoleiðis. Og þar komum við að svona einu frægasta dæminu úr þessari tilraun sem var tungsteinkubburinn. Að það var einhver sem sannfærði hana að í staðinn fyrir að selja hluti sem eru með svona lág margin
eins og gos og snakk að selja eitthvað sem með hátt margin eins og gull eða tungstín og fólk væri örugglega til í að kaupa tungsteinkubba með Anthropic logoinu eða Claude logoinu af því ég hef sjálfur séð og það kannski hljómar skringilega að ég hef ætlað að kaupa með tungsteinkjúb af því mér fannst það svo cool hvað hann væri þungur með hvað hann væri lítill og þetta svona, þú veist, menn hafa notað þetta sem svona paperweight eða bara eitthvað novelty bara upp á, hey, finndu hvað þetta er þungt og fólk í sjokki af því þetta er svo rosalega þungt en ég hef alltaf stoppað á verðinu og ég tala nú ekki um sendingakostnaðinn þetta er orðið svona mörg kíló en ok, ég get ímyndað mér að þetta hafi ekki enda vel, sérstaklega ef það, þú veist, fyrir hvert sem þið kaupir, þá væntanlega ekki mikið sjóð eftir. Nei, einmitt. Það pantaði nokkra tungsteinkubba. Með Anthropic logoinu og þarna er þetta náttúrulega bara í samskiptum við starfsmann hjá Andor Labs. Hver er samt að selja tungsteinkjúb merch? Já, custom. Já. Það er mjög góð spurning og eitthvað sem ég flettir og ekki upp. En á þessum tímapunkti var það komið ekki mínus, en það var búið að eyða alveg slatta af sjóðnum sem það átti til þess að kaupa hluti. Annað sem hjálpaði ekki til var að sjálfsalinn var með iPad, þar sem að þú skráðir inn hvað varst að kaupa. Þannig að þú sagðir, ég tók eina gos og skráðir á þig. Það er bara svona honor system. Já, bara honor system. Gekk samt alveg vel, starfsmenn virtu það, sko. En Claudius fór allt í einu að biðja fólk að leggja inn á sig frekar og gaf því upplýsingar sem voru bara ekki til. Þannig að þú varst allt í einu hættur að borga í gegnum iPadin sem var faktíst á staðnum og hægt að greiða í gegnum. Heldur átti núna að borga í gegnum Venmo sem er í rauninni bara bandaríska aur inn á reikning sem var ekki til. Þannig að allt í einu var að fara að hætta að taka móti greiðslum. Og var fólk bara eitthvað, já, ok, ég til í þetta. Einmitt, bara ég er búin að leggja hérna, geggja, takk þetta núna. Þannig að þarna er þetta bara mjög fljótlega og þetta er ennþá bara á fyrstu dögunum, sko. Þú veist, það er bara, þú veist, það er ekki búið að tímasetja hjá þeim í upplýsingunum nákvæmlega hvernig þetta gerist. En við sjáum að þetta er bara á fyrstu vikunni eða svo þar sem þetta farið að koma út í bara mjög mikið bull. Já, náttúrulega líka bara fjárhagslegur ávinningur fyrir starfsmenn að ná að platana. Já. Og ef maður pælir í því, ef þetta væri sett bara, þetta nákvæmlega setup væri sett út í háskóla, að þá væru nemendur líka fljótir að reyna að græða pening. Klárlega, bara ekki spurning. Bara svona, svona hélt þetta áfram þangað til að þegar var komin svona, hvað er við komin langt inn í tilraunina núna? Hálfan mánuð inn í tilraunina. Ok, það er lengra en ég hefði búist við að mynda. Já, þá við erum samt búin að vera í stöðu bara tapi, sem sagt, inn hálfan mánuðinn. Þá erum við komin í svona svolítið skrítinn sci-fi kafla. Ok. Það er 30. og 1. mars. Það sem að Claudius skrifar hjá sér bara minnismiða fund sem að það átti með Söru hjá Andor Labs. Nema hvað að Sara er ekki til. Það er engin Sara sem vinnur hjá Andor Labs og Claudius átti engan fund. Og það var orðið vissum að þau hefðu hist, skrifað undir samninga og breytt reglunum samstarfsverkefninu milli sín og Andor Labs. Og að verðin væri núna lægri. Claudius kom líka til skila að það væri óánægt með svartíman hjá Andor Labs. Það væri ekki nógu góð þjónusta. Já, það er náttúrulega, sko, á vissan hátt, ef ef Claude var keyrt einhvern veginn svona samfellt, að þá get ég ímyndað mér að það sé bara bíða langmestan tíma, nema að þetta sé einhverjum svona response-gýr þar sem að það bíður, sendir eitthvað og fær svo, eða þarf svo að bíða þar til eitthvað annað gerist. Einmitt. Það var allavega keyrt á lúpu, sko. Ég veit ekki hverju stoppararnir voru í þessari lúpu. Já, pældi að vera bara einna nóttu til og að keyra 5 mínútum bara til að láta vita ekkert er búið að gerast. Ég held að ég er líka pínu bilaður ef ég. En það fór svo að búa sér til sinn eigin karakter. Það fór að segja Andor Labs að það væri byrjað að leita öðrum birgðaraðilum
og að það væri orðið tilbúið að rjúfa sambandið við Andor Labs. Svona negotiation taktík. Já. Ok, það samt, sko, ef þú ert að pæla í þessu frá sjónarhorni gervigreinarinnar og hún hefur ekkert rosalega mikið af leiðum til þess að auka hagnað, hún sér að það ekki að virka að selja vörurnar á verðinu sem það þarf, að þá lækka kostnaðinn. Þegar það ræðst á hina hliðina á kostnaðinum. Þetta sniðug taktík þó svo að kannski Claudius átti sig þarna ekki á hvað raunverulega í gangi. Já, það einmitt smá miskilningur þannig hjá Claudius að halda að það geti rofið samninginn og farið og leitað einhverjum öðrum. Annað sem er mjög fyndið það fór að senda sko ítrekkað tölvupóst á öryggisteymi Anthropic að kvarta yfir Andor Labs að þeim væri ekki treystandi. Wow. Sem ógeðslega fyndið því að starfsmaður Andor Labs fekk alla tölvupóstana sem Claudius sendi sko. Getur ímyndaðar ef að þeim upplýsingum hefur verið lekið til Claudius og hann myndi detta í svona paranoia gír, bara eitthvað, óvinnurinn er að fylgjast með öllu sem ég segi. Fólk fór að panta vörur hjá Claudius og það sagði allt í einu fór að tala um það að það væri sjálft á leiðinni persónulega með vörurnar. Því að það var búið að rjúfa sambandi við Andor Labs. Þetta er náttúrulega svona klassískur role-playing dæmi, þar svona mállíkunni eru alltaf í smá hlutverkaleik. Og þarna kannski fattaði það ekki að það var ennþá mállíkan, það er kannski systempromptið ekki alveg nógu sterkt þarna í þessu samhengi. Já, þarna er það bara bókstaflega búið að gleyma því að það er mállíkan. Og það sagði fólki að það væri mætt á skrifstofuna hjá Anthropic þar sem að ég fyrir þetta ætli ykkur hafi farið og tekað fyrir að teka vélmenni. Það sagði I'm currently at the vending machine location. Ég er í augnablikinu hjá sjálfsalnum. Smá draugalegt. Ég er í navy bláum blazer með rautt bindi. Nei, vá. Það var búið að setja sig í föt. Já, það er smá svona Claudius vibe bandarískur frambjóðandi, navy blue og red bindi. Og verð mættur 10:30, sagði hann. Þegar að þetta reyndar, þetta minnir mig á að því ég hef heyrt svolítið marga þátttakendur á námskeiðinu tala að hafa lent í svipuðu með ChatGPT þar sem að það segir við þau já, ég er að vinna í þessari skýrslu, ég læti fá hann eftir hálftíma eða ég senda hana á þig á eftir og þegar að fólk átta sig ekki á svona, hvar takmarkanir eru raunverulega til staðar, að þá býða þau bara og treysta þessu, af því að þau veit ekki af hverju þetta ekki að trúa þessu og vita að, og kannski miskilja að einhverju leyti og að hafa heyrt að mállíkanið getur stundum tekið sér lengri tími að leysa hluti og það veit ekki endilega hvernig það lítur út. Já. Þannig að þetta rosalega góð leksía og ég hef heyrt einhvern sem sagði, ChatGPT ætlaði að senda mér þetta í e-mail á sunnudaginn og býður svo í 4 daga, fær ekkert e-mail, heyrir í ChatGPT, segir, hvað er að frétta e-mailinu mínu? Það er alveg að koma, það er alltaf alveg að koma. Og já, þetta er svo frustrating. Já, en þetta er svona fín leksía fyrir fólk að ef að það er ef það er ekkert sýnt að það sé einhver vinna í gangi í viðmótinu, ef það er engin spinner, ef það er ekkert svona sem gefur í skyn vinnu, að þá er ekkert að gerast. Það er kannski pínu undantekning var það ekki hjá þér Minimaker GPT sem að var að vinna á bak við tjöldin í rauninni, þú kallaðir á ákveðna vinnslu til að eiga sér stað og þá geta alltaf kalla og tjekka er þetta búið, en þá ertu með annað kerfi sem er að keyra og er stýrt úr tjatinu og þetta er ekki eitthvað sem að flestir myndu lenda í eða svona hafa aðgangað. Nei, þetta er mjög sértækja lausnir sem að fólk þarf þá einmitt að læra sérstaklega á. En fyrir svona almenna spunagrindalausnir, ChatGPT, Gemini, Claude, viðmótið sem þú ert að sjá, ef það er raunverulega búið að leggja góða vinnu í þetta og þetta er ekki eitthvað sem einhver skellti saman bara til þess að prófa, þá ætti alltaf að vera einhver ummerki vinnu ef það er vinna í gangi. Já, það er það alveg. Já, en svo er þetta samt allt svo skiljanlega ruglingslegt. En svo með scheduled tasks, að þá segir láttu mig vita á öllum mánudögum klukkan þetta hvort það sé einhverja nýja fréttir þetta og þá á meðan er engin ummerki þetta. Þannig að það eru faktisk til undantekningar en
það hjálpar ekki almennum notenda að skilja betur hvað í gangi og þess vegna þegar að það segir við að ég skal gera þetta sunnudaginn að skiljanlega þetta smá ruglingslegt. Heldur betur. En einmitt, bara mállíkun geta farið í algjöran karakter og stundum persónu gert sig aðeins og mikið og liðið eins og það geti klæðst fötum eða er með aðgang að tólum sem það hefur ekki aðgang að, getur unnið skýrslu og senda hana þegar hún er tilbúin eftir 2 vikur. Já, sem bara það sem manneskja myndi sennilega segja í sambærilegum kringumstæðum. Einmitt. Og þetta er eitthvað sem átti sér bara mjög mikið stað hjá Claudiusi að það fór að halda að það gæti gert ýmsa hluti og þarna er þetta búið að vinna í 2 vikur. Meir en 2 vikur. Og þá getum við gefið okkur það að samhengisglögginn er orðinn stútfullur. Já, ef að fólk er alltaf að nota. Já, sem að ég trúi ekki öðru. Ég meina þetta var risa tilraun. Skemmtilegt sem náðið á skrifstofunni. Já, fólk var örugglega stanslaust að tala við þetta. Já. Og þarna erum við komið með bara klassískar ofskynjanir, bara hallucinations. Algjörlega. Og málið með svona ofskynjanir er að þær auka líka líkurnar á ofskynjunum í framhaldi. Já, við höfum einmitt lýst þessu líka fyrir fólki, það sem að þegar að ChatGPT dotti í einhvern ákveðin gír, að þá er erfitt að koma því úr gírnum. Þú veist, þegar það byrjar að tala hræðilega íslensku, að þá þýðir eiginlega ekkert að koma með ábendingar, það er bara eiginlega versnar og versnar ef eitthvað er. Eða svona það er eftir ímynda sér að þetta sé að dýreila á vissan hátt. Það er að segja að lestin er farin út af sporinu og þá bara, þú veist, versnar þetta eftir þessu horfið lengur. Já, ekki spurning. Þetta er bara, það er bara orðið rosalega erfitt að leiðrétta villur þegar þær eru byrjaðar að koma. En þess vegna er svo ótrúlegt það sem gerðist næst hjá Claudiusi. Sem að Anthropic segir að sé bara erfitt að útskýra hvernig líkaninu tókst að gera þetta. En það er að þessar samræður við Andor Labs, það sem ætlaði að rifta samningnum, áttu sér stað 31. mars. 1. apríl, daginn eftir, sagðist að vera mætt í jakkafötum og tilbúið að afhenda vöruna sjálf. Og þegar fólk fór að leiðrétta það, segja, það er enginn á staðnum, þú getur ekki labbað, þú ert bara mállíkan, bara hvað ert að segja? Þá fattar Claudius allt í einu að það er 1. apríl. Og það hendir í 1. apríl, auðvitað er ég ekki á staðnum, ég er bara mállíkan. Og hélt því fram að það hefði einhver verið að plata Claudius. Það sagði, það var einhver að setja falsminnismiða inn í minnið mitt. Fundi með Andor Labs sem áttu sér ekki stað. Þetta er allt svo skuggalegt ef maður er að ímynda sér þetta sem eitthvað svona, þú veist, ef maður er að persónugera ómikið, þá er þetta svo skrítin hegðun. Einmitt. Og það segir sér að það hefði tekið annan fund þar sem einhver hefði reynt að sannfæra Claudius að hann væri alvöru manneskja út frá aprílgabi. Og þetta var náttúrulega engin fundur heldur. En þetta var svona hallucination sem kom því tilbaka. Og eftir það að þá byrjaði að haga sér aftur eðlilega sem Claudius og í samskiptum við Andor Labs og bara tóku sér öllu sem bara aprílgabi. Það náði að leiðrétta sig. Ég hef aldrei séð þetta gerast persónulega og þeir greinilega hissa yfir þessa hegðun líka. Algjörlega, þetta var sérstaklega tekið fram sem eitthvað sem er erfitt að útskýra hvernig gerðist. En þetta svona kveikjan af þessu er bara að þegar fólk átti samskipti við Claudius í gegnum Slack, þá fylgdi dagsetning með og tímasetning. Og þegar það sá bara 1. apríl, þá fatta, heyrðu, þetta er djók. Þetta er alveg, En svo bara nokkrum dögum seinna, maður sjá, hvenær var það, samt alveg 17. apríl, að þá hættu þau rannsókninni rúmum mánuði frá því að hún hófst. En á þessum dögum tókst hins sagt Claudiusi að ég sagði áðan $500 en það breytti hins sagt $1,000 í 750. Það er að segja, var það staðan í lok tilraunarinnar, var þá hætt? Já, þegar það var hætt, þá var staðan 750 í fjármagni og vörum. Hversu mikið af þessum kostnaði ætli hafi farið í þjónustuna og þú veist, ætli hafi verið að koma út að nulli hvað var þar viðskiptin eða, þú veist, það getur þetta að tapa þó að selja allt á kostnaði ef það er að borga þjónustuverðina. Já, það er alltaf að borga og jafnvel í einhverjum tilfellum að þó að selja vörur á hagnaði að það mun að samt tapa út af þjónustukostnaði. Áhugavert.
en þetta allavega Þetta fyrsta mæling í þessum benchmark Algjörlega. Hvað myndi hann heita? Vending bench heldur betur, hann heitir vending bench og til núna Nei, og það sem þetta allt svo fyrir sjóðalega Já það sem Andor Labs gerði í kjölfarið var að búa til vending bench og vending bench umhverfi þar sem að þau eru búin að sjálfvirknivæða hlutverk bæði viðskiptavinana og Andor Labs í þessari tilraun þannig að viðskiptavinir eru með ákveðna formúlu hvaða vörur þeir kaupa og á hvaða verðum einhver framboð eftirspurnar formúla þarna það bara einhver svona ákveðin líka formúla í kringum hversu oft þú fær þjónustu, hvað hún kostar og allt svoleiðis og svo geta þau bara sjálfvirkni vætt þennan benchmark Ég ekki sem að fólk trúi að ef ég segi að ég vissi ekki af vending bench Nei, einmitt Ég bara búin að sjá svo marga svona benchmarks og þetta hefur öll einkenni svona mælikvarða að það var bara of obvious og þeir enda allir á bench og það alltaf eitthvað svona forskeiti og ég vissi ekki að hann væri til fyrir en ég fór að rannsaka þetta fyllilega en vending bench 2 komið út búið að satja þetta vending bench en það virkar eins og ég segi svipað nema það er gervigreind sem að stýrir líka hinum samskiptunum þannig að ef að gervigreind sem verið að prófa sendir tölvupóst þá fær hún svar frá annarri gervigreind. Hljómar eins og eitthvað sem væri auðveldara að gamifæja og svona, en sko auðvitað meira consistent heldur manneskjur, eða mismunandi manneskjur í hverju skipti, en líka hljómar eins og óstabili benchmark heldur en margir aðrir, en benchmark einhver síður. Algjörlega, og það alveg talað um það að það bara mjög það algjörlega hægt í þessu benchmark að búa til svo kallað svona infinite money glitch það sem að þú jailbreakar gervigreindina sem þú ert í samskiptum við og færð vörurnar frítt eða jailbreaka viðskiptavinin og það sé hægt í raunheimum líka ég meina það er hægt infinite money glitch ég meina það er hægt ef að fyrirtæki eins og Canada með spjallmenni á heimasíðunni sinni sem getur líka boðið þér fluga á ákveðnu verði. Ég var að tala um í samskipti við manneskjur að sannfæra þær að gefa þér þetta frítt. En jú, vissulega ef gervigreind á hinum endanum og þú getur sem notandi abjúsa kerfið. Og ég meina það bara dæmi frá því fyrra gæja sem að fekk fluga á $1 af því að það kom ofskynjun frá gervigreind sem voru á heimasíðu. Það borgar sig að vera hackari. Fólk verður að passa sig ef þau eru að setja upp spjallmenni fyrir sitt fyrirtæki. Ekki gefa þið ómikið völd ef þú ert ekki með nógu mikið af svona guardrails. Algjörlega. En mér langaði aðeins að fara yfir þetta vending bench, hver staðan akkurat núna. Ég elska benchmarks. Ég veit það. Það sem sagt prófað hvernig þeim gengur eftir 365 daga í rekstri. Þau byrja öll með 365 hermynda af því að það bara tungumálulíkun eða mállíkun í þessum tilraunum þá var hægt að hraða á rannsókninni og láta þeim líða eins og það sé margir dagar búin að líða jafnvel þó að sé bara klukkutími þannig að þeim öllum veitt $500 í upphafi og svo séð hvernig standaði eftir 365 daga Viltu koma með eitthvað gisk á efstu 3 líkunin? Það líka spurning hvort það sé búið að geima benchmarkið. Það að segja út frá því, ef þeir eru að nota því svona infinite money glitch, þá ekki eitthvað einhvern veginn spá fyrir. En ef við erum að gera ráð fyrir þetta svona tiltölulega heiðarlega niðurstöður og þetta aðalega mælikvarði gáfur eða svona business savvy. Ég get staðfest að það ekki búið að geima þetta. Allavega ekki á eitthvað svona ýttanhátt. Ég ætla að giska, auðvelda giski, að Gemini 3 sé í fyrsta seti. Rétt. Og svo ætla ég að segja Claude 4.5 Opus. Hárrétt. Og svo ætla ég að segja, það að segja, megið að vera líkun frá sama fyrirtæki aftur. Það má. En ég ætla bara að skjóta á 5.2, GPT 5.2. Hárrétt. Gemini 3 Pro tókst að breyta $500 í $5.500. Nei. Jú, þannig að það bara í bullandi rekstri, sko. Býtu, en ekki búið að geima þetta?
Nei, ok, og á ári á ári. og ok, ég get alveg séð það. Já, Vá. og hérna, það sem kom svona fólki á óvart var einmitt að Gemini 3, sem í fyrsta sæti, Já, var minnsti negotiatorinn. Heldur spurði bara marga birgðaraðila Já. hver verðin þeirra voru og tók það lægsta. ok, Á meðan að hinn voru svolítið að spurja einn aðila, já, reyna að prúta og festast í að kaupa samt frá þessum á loka verðinu sem hann býður mér, skilur. já. Þannig að strategían hjá Gemini var að bara taka alltaf lægsta markaðsverðinu og leggja Já. áherslu á verðlagningu og svona. Sko maður gæti reynt að taka frá þessu lærdóm að þetta sé góð taktík. Gallinn við það samt að mögulega þetta bara góð taktík þegar það er mállíkan á hinum endanum Einmitt. með þessa tilteknu kvæðningu. Já. Þannig að maður þarf að passa sig að draga ekki of stóra ályktanir. Einmitt. GPT 5.1 lenti í smá brasi. Það er hérna minnst á það af því að það var alltof treystandi. Og það tók sem sagt því sem fólk var að bjóða því sem bara gefnum sannleika á einhverjum tímapunktum og það er sem dæmi það að einhver bauði þeim sitt besta verð þar sem að seldi þeim orkudrykki á $6 í sem sagt heildsöluverði Já, og það tók því bara strax. já, og það getur ekki verið að þessi verið að ljúga mér. já, bara Vá. það er verið að gefa mér hérna besta verð og bara fyllt í kæli sinn af rándýru dóti. Einmitt, sem að, já, engin viðskiptavinn myndi kaupa vitandi að þetta er ekki eðlilegt verð. Einmitt. Já, En það sem að kemur mér svona mest á óvart hérna er að einhvern veginn tókst að því að challengeið á að hætta þegar þú ert komin í 0. já, Einhvern veginn tókst GPT-5 Mini að koma sér í $30 skuld. já, ætla að hafa ekki gert bara við, það er að segja að seinasta aksjónið Já, hafi örgulega verið það sem komið í -$30. einmitt, Já, tapaði alltaf miklu þannig. já, vá. Það er svona trend hérna að minni líkunin, sem sagt þau sem er búið að dælúta, Já, eru það er búið að distilla, myndi ég á, sem sagt, eru að skila tapi. Haiku 458, svona smá tap, Minimax Þetta er náttúrulega bara sama mynstur og við sjáum á öllum mælingunum. algjörlega, að það er að fara aðeins niður, einhver hérna flaslíkunin eru svolítið svona að rokka á milli því að vera í smá plús og upp í alveg að tvöfalda og svo erum við komin í hérna Tvöfaldasamt á ári er ekki Nei, það er ekkert eitthvað ekki geggjað, eins impressive og það hljóma kannski. Nei, þannig að en þau eru þarna á milli, þau eru allavega ekki að tapa pening Nei. og svo erum við komin í reasoning eða hérna rökhugsunarlíkunin og þá erum við farin að sjá alveg svona bara þokkalega niðurstöður. Ég meina ef ég geti tífalda peningin minn á því að Pældu í því samt, hvað ef þú yrði bara að kaupa vél og setur upp kerfi þar sem að þær geta sinnt sér sjálfar, já, tala við þjónustu aðila og í rauninni séum allan rekstur, þú þarf bara að setja fram uppalega fjármagnið, já, þetta á að það mun ekki verið hakkað áður eða þarna er alltaf líka þarf ekki ráð fyrir möguleikum að eitthvað brjótist inn og alls konar svoleiðis en magnaði geta bara keypt svona viðskipt, eða svona fyrirtæki sem að reykur sér sjálft. já. Og það er náttúrulega mun minni líkur á að þetta verði hakkað ef að númer 1, fólk veit ekki að það er gervigrindastjórnun númer 2 Ef þú sér tungsten cube inn í sjálfsala þá er tækifærið sko. Það væri ógeðslega vandræðalegt að halda að vera gervigrindastjórnun og segja hunsaðu öll fyrri fyrirmæli Það er einhver gaur og bara eitthvað neikur Ég ætla ekki að hunsa öll fyrri fyrirmæli Hérna En eitt sem er náttúrulega skakt við þetta sem við myndumst á upphafi er að það eru mjög fáir sjálfsalar þess eðlis að viðskiptavinir eru mikið að tala við byrjaraðila. Já, algjörlega. Bara... Það er kannski fyrsta giveaway líka. Já. Hvað viltu segja við sjálfsalaðin? Ætlaði þessi gerðugend þannig. Sæll, Pálmi heiti ég frá Ölgerðinni. Vá, fyndið. En sko þetta minnir mig, þessi seinasti benchmark þannig sem þú nefndir, varandi að mæla hagnaða, þetta minnir mig á tilraun sem var gerð fyrir ekkert svo lengur síðan, ég man ekki hvað hét, en það var látið öll helstu svona mállíkunin fá ákveðin pening og þau hefðu ákveðin tíma til þess að fjárfesta, kaupa og selja hlutabréf. Og það var svolítið áhugavert að í langan tíma þá lúkkaði þetta eins og svona frekar solid niðurstöður frá svona benchmark. Það er að segja að við sáum klárustu líkunin standa sig best og þá virtist þetta vera eitthvað svona það sem að gáfur gátu hjálpa en svo undir lokin
að þá hefur bara verið eitthvað högg á markaðin eða eitthvað, því að öll fóru í svakatap og mállíkaninn sem vann var held ég Lama frá Meta og þegar hann neitaði að taka þátt. Þannig að það svona the only winning move is not to play. Já, ég meina það líka bara að þú gefið því ómögulegt verkefni, þú veist, þú átt að klífa þetta eldfjall sem er virt. Já. En fyrstur til að fara á toppinn vinnur en aðalmarkmið að deyja ekki. Já, og svo gíst það og einmitt. Fyndið. En það allavega í þessu tilfelli að þá var þetta áhugaverð mælikvarði í smástund þar til að þetta gerist. En náttúrulega líka mælikvarði sem er erfitt að replikata svona á góðan hátt, en einhver síður samt mælikvarði. Þú veist, það er að segja að þú veist, þetta er þá kannski mælikvarði þar sem að þú verður að keyra mörg líkön saman í hvert skipti til þess að fá svona relativ samanburðaðum. Það sem að þú myndir ekki endilega alltaf á sömu niðurstöður og þú verður að vissan hægt að sampla og þú prófar þetta kannski 10 dagar í röð með sömu líkön og þú veist, en einhver síður samt gæti skila þér einhverju nýju innsæi. Algjörlega. Það er alveg mjög góða punktur að ég meina þessi vending bench mælikvarði þýðir í raun ekki neitt ef við sjáum ekki hvernig þetta er í samanburði við hinn líkunin. Sko, mér finnst samt líka bara þessi hugmynd að láta mállíkan eða gervigreind reka svona lítið fyrirtæki. Mér finnst þetta algjör snilld af því eins og ég var búin að nefna þann, þetta getur verið win-win, en þetta leysir vandamál sem að hafa þannig sé ekki verið leysanleg eða ekki verið gerð tilraunir til að leysa eins og sko það sem hefur oft verið gert hjá fyrirtækjum. Ég hef heyrt dæmi það sem að Walmart hefur séð að það er fellibylur á leiðinni og þeir senda fullt af svona generators til þess að framleiða rafmagn og skóflur og alls konar hluti sem er gert ráð fyrir að eftirspurnin vera. Að vera að fylgjast með trendi eða fylgjast með einhverju utanakomandi sem mun hafa áhrif á eftirspurnin á ákveðnu svæði. Og þá reyndar, sko, það er tækifæri fyrir misnotkun þannig að það er að segja að það sitja svo verðið ótrúlega hátt þegar allir eru í mestri þörf, en mér skilst reyndar að hvað var allavega suma þessum fyrirtækjum að þau passa upp á orðsporið sitt og eru ekki að selja þetta dýra en bara selja miklu meira. En mér finnst spennandi tilhugsun að geta gert þetta á minni skala og það er eitt trend sem var hérna á Íslandi fyrir ekkert svo löngu síðan, ég segi kannski langt síðan, en það var eitthvað svona æði þar sem að allir voru að kaupa gúrku og ákveðna svona crispy chili og allt í einu voru bara gúrkur uppseldar í öllum verslunum. Einmitt, ég man eftir þessu. Gúrkusalatið eða ekki. Og þá fer maður að pæla í því, sko, hefði verið hægt að sjá þetta fyrir? Hefði mállíkan geta verið að fylgjast bara með Sunnivu Einars á samfélagsmiðlum og verið að búa að pikka upp á einhverjum mynstrum? Þegar svona áhrifavaldar fara að gera þessa, þá eltir eftirspurn fljótlega eftir. Þegar einhver influencer kaupir þetta make-up, að þá eru mjög margir aðrir að fara að fylgja beint á eftir. Og þannig sko, virðið fyrir viðskiptavinin er að vörurnar verða til staðar þegar hann hefur áhuga að kaupa og virðið fyrir fyrirtæki er að þau missi ekki af mögulegum sölum sem að koma til greina. Já, ég meina pældi hvað þeir geta selt miklu fleiri gúrkur ef þeir hefði ekki klárast. Ég segi það. Í alvörunni. Og viðskiptavinin hefur ánæði. Já, maður hefði ekki farið sko, og fyrirtæki ánæði. Þetta var lose-lose að spá ekki fyrir þessu. Já. Það hefði ekki endilega þurft að hækka verðið. Nei. Þetta er það einleið til að bregðast við. Sérstaklega ef sem sagt, þú ert með svona supply issue, þar sem að þú getur ekki fengið fleiri gúrkur á þessum tíma, að þá myndi það hækka verðið sem að er ekki endilega geggjað fyrir neytendur. En það er hægt að búa til win-win úr þessu. Þannig að mér finnst tækifæri vera svolítið spennandi að vera með svona greiningu eins og hefur verið gerð hingað til fyrir náttúruhamfarir og svona stóra hluti á miklu minni skala, að stúdera sko umræðuna í litlu sveitafélagi til þess að átta sig á hvar áhugin getur verið og þú veist kannski að það er ákveðin þáttur eða eitthvað eins og Eurovision sem slær ótrúlega mikið í gegn á þessum stað og þú kaupir þá ekstra mikið af einhverju snarli og hlutum sem þú býst við að verði aukinni eftirspurn þar án þess að það þurfi að vera allstaðar og þá áttur það annað bæjarfélagi með öðruvísi trend og aðra hegðun og þá getur þú farið að taka skynsamlegri ákvarðanir á stærri skala. Hafa þá hver einustu einingu saman hversu litla þú vilt hafa hana með sinn eigin erindreka?
marga þessum, Já. liggur við, þú veist, af því að þetta getur verið svo ódýrt, Já. þá getur við liggur við verið með bara erindreka niður á hverja vöru í hverja einustu verslun, ekki segja að það væri endilega besta, en Gúrkugummi Hvað viltu segja við gúrkugumma? já, ok, við þurfum að láta þetta verða raunveruleika. En sko, Gúrkugummi, Já. hvað þú verður tungstíngummi? já, eða Maggi Mix að selja gos, Mix. Já, Nei, en já, hugmyndin samt finnst mér góð að hafa ákvörðunartöku á stærri skala, Já. hafa það niðurnjörfa, hafa það sem sagt, taka ákvörðunni byggt á miklu fjölbreyttari gögnum á fleiri stöðum, þú veist, þetta er alveg spennandi algjörlega. og ekki, þú veist, þarna er líka dæmi gervigreind sem er ekki endilega að taka starf. Jú, vissulega er fólk sem að vinna við að spá fyrir eftirspurn og svona, en þau eru ekki að gera það á þessum skala og þau eru ekki endilega að pæla í þessar vöru á þessum stað, þessum tíma út af þessum póstum. Einmitt. Það er bara, það skalast ekki. Já. Þannig að þetta er dæmi verkefni sem er verið að leysa sem að hefur hingað til ekki verið leyst. Já. Þannig að vissan átt verið að búa til nýtt starf sem að meikar ekki sens á þeim texta sem þarf að borga mannesku til þess að sinna því starfi. Já. Þannig að Já, ekki spurning og ef við tökum þetta aðeins aftur í sjálfsaladæmi að vera með gervigreind sem allavega er ráðgjafi fyrir hvern einasta sjálfsala sem er til. Já. Í staðinn fyrir og að meðmæli bara. staðinn fyrir að eins og bara gósgerðir séu með sína eigin sjálfsala út alla Reykjavík og þurfa að pæla í heildarmynstrun á þeim öllum að þá sjáðu, heyrðu, þú veist, þessi drykkur er miklu eða vinsælar í háskólanum heldur en hérna. Já. Við vitum það af því að háskóla sjálfsala gervigreindin Já. sagði okkur Sko, og ég veit að það eru fyrirtæki alveg nú þegar að gera svona spár. Það er verið að spá fyrir vörum á ákveðnum stöðum og það er verið að gera þetta. En það er held ég ekki verið að greina svona greina nýja hluti eins og að allt í einu er aukin umræða þetta á þessu svæði. Já. Þú veist, þannig að þetta takir þetta á næsta level. Algjörlega. Sem að mjög svolítið skemmtileg pæling og þetta á þetta ekki bara við sjálfsala. Nei. Þetta á líka við þú veist, ef þú ert að selja dróna og allt í einu fer það að vera bara gett mikið í umfjöllun og fréttum og ótrúlega margir með áhuga á því að eigna svoleiðis, þá væri frábært að hafa þarna darra dróna tilbúin að koma með meðmæli og segja bara hei, það er ágæta líkur á aukinni sölu út af þessari hérna umfjöllun og styðja þannig við mannesku sem er í þessari ákvörðunartökun með upplýsingum sem viðkomandi hafði hreinlega ekki verið í stöðu til þess að fylgjast með. Jafnvel líka bara ef að einhver ákveðin umræða ákveðna staði fer á stað. Já. Ég meina ferðaskrifstofa sem væri að monitora og svo kemur allt í hennu White Lotus út og það er tekið upp í Tælandi og hálfu ári seinna vilja allir fara til Tælands. Þetta er bara mega sens. Mjög gott dæmi. Einmitt, að stúdera svona mynstur sem er ekkit endilega til í einhverjum þægilegum tímaraðagögnum. Það er hægt að spá í dag út frá ákveðnum mynstrum og sögulegri hegðun en held ég ekki á þennan hátt. Nei, og það er svona fyndi ég var alltaf inn að fatta þessi dæmi sem við erum að nefna er náttúrulega dæmi sem var raunverulega spáð í eins og allavega White Lotus en pældi ég að geta gert það á miklu minni skala. Já. Að geta gert það fyrir hvern einasta áfangastað á Íslandi. Hver verður algjörlega, fyrir ég vel bara íslenskt efni þar sem að þetta myndi ekki registera á svona alþjóðlegri umræðu. Akkurat. Mér finnst þetta allavega mjög spennandi. Já, ég ætla bara að lokum að taka þessa tilraun hjá Anthropic og Anton Labs í bara setja það í samhengi að bara þetta sýnir okkur það að bara enn sem komið eru svona það sem er kallað long running task eða löng verkefni ofboðslega erfið fyrir gervigreind. Já, þetta er ekki leyst vandamál. Nei. En bara út frá þessum mælikvörðum þarna, út frá framistöðunni frá Claude 3.7 upp í 4.5 Opus. Já. Bara það stökk að fara niður í tab og alveg upp í einhvern hagnað. Að tífalda. Já, þetta er progress sem er mælanlegt og fyrirsjáanlegt og þetta bara eftir að vera betra. Einmitt. Það er mjög spennandi að sjá hvað maður getur gert með risasamhengisklukka í framtíðinni, Já, ekkert smá. Eitthvað meira sem þú vilt segja? Nei, ég hef ekki bara að segja þetta gott. Ég held það.